Góðan dag og velkomin að viðtækjónum. Nú ætla ég að setja þennan 320. fund númer 323 í bæjarsöfn Hornafjarðar. Ég get svarað. Þennan fund setja Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Skúli Ingólfsson, Eyrún Fríða Árnadóttir, Guðrún Stefanía Voppfjörð Ingólfsdóttir, Ásgerður Kristín Gylfadóttir og Björgvin Óskar Sigurjónsson, ásamt starfsmönnum Sigurjóni Andersinni bæjarstjóra, Jónu Benný Kristjánsdóttur, sviðsstjóra stjórnsýslu sviðs sem ritar fundargerð og hún Tjörva Óskarsson sem sér útsendingu. Ég ætla að byrja hérna á að fá að leggja til að við bætum við síðustu fundargerð bæjarstjórnar, fundur númer 322. Við bætum því við fundardagsskrána en það fórst fyrir í auglýstri dagskrá. Bjóð ykkur að hérna, ef við samþykkið því vinsast gefa merki. Það er samþykkt með 7. Þetta er ágætis fundur hjá okkur í dag og gleðilegt sumar allir saman. Við hittumst hér síðast á síðasta vetrardegi, þannig að það er vel við hæfi að hittast hér á mjög sólríkum og fallegum degi í Hornafirði. Fyrsti liður er þá á dagskránum í dag er fundur bæjarráðs Hornafjarðar númer 1125. Undir þeim er fundir ein fundargerð, að það er fundargerð velferðarnefndar frá fundur númer 32 auk annarra mála. Ég gef hér orðið laust, gjörðu svo vel sem vilja. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er hér mál undir velferðarnefnd sem ég ætla aðeins að fá að tjá mig og það er mál númer 2 sem heitir Öruggara Suðurland, svæðisbundið samráð. Hér er lýst spennandi og góðu verkefni sem að ég veit best veit bæjarstjóri og sviðsstjóri velferðarsviðs fóru á og undirrituðu fyrir hönd sveitarfélagsins. En þetta verkefni kann að verða sveitarfélaginu dálítið flókið. Þannig þetta eru sveitarfélaginu á Suðurlandi fyrir utan Vestmannaeyjar sem eru þá hjá svæði annars lögreglustjóra. Þetta er allir þeir sem eru á svæði lögreglustjórans á Suðurlandi sem eru að bindast þarna sameiningaböndum eða fara að vinna saman og það er svæðisbundið samráð gegn ofbeldi og öðrum afbrotum. En það sem að ég hef áhyggjur af er það að við erum í samstarfi austur, bara við það ágæta sveitarfélag Fjarðabyggð og ég hef lýst því á þér og ítrekka það hér að ég hef áhyggjur af því að það samstarf eins gott að það er og getur verið að það búi til hindranir eða þröskulda í öðru mikilvægu samtali, svo sem þessu Öruggara Suðurlandi og bara öðrum þeim verkefni sem er verið að teikna upp á vettvangi landshlutana. Og við erum hér í þessu sveitarfélagi, við erum jaðarsamfélag á Suðausturlandi sem erum á enda Suðurlands og við landamæri Austurlands, þannig að við erum, og þetta höfum sögu á samvinnu í báðar áttir. En ég tel að það sé óhjákvæmilegt að við greinum þessa stöðu og förum yfir hvort að það fyrirkomulag sem er í dag sé heppilegt til lengri tíma, hvað við fáum jákvætt frá því og hvaða hindranir það er að búa til fyrir okkur. Og í þessari fundargerð velferðarnefndar er liður 3 líka, það er barnaverndarþjónustan og síðasta fundi bæjarstjórnar að þá samþykkti við endurskoðaðan samning við Fjarðabyggð í rauninni bara framlengingu á þeim samningi og þannig að ég held að bara eins leiðilegt og það er að þá þurfum við að fara í gegnum þetta og endurskoða hvort að þetta sé samfélaginu til heilla. Takk fyrir Ásgerður. Fleiri sem vilja taka til máls þessu lið. Eyrún Fríða, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir með Ásgerði að þessi staða okkar hérna á Suðausturhorninu er ekki öfundsverð. Nú liggur það fyrir að ráðuneyti eru að horfa meira til formulegra landshlutaskiptinga. Núna liggur einmitt fyrir svæðisbundin farsældarráð sem verður farið að kynna þar sem unnið í gegnum landshlutasamtökin. Við höfum átt mjög góðu samstarfi á Suðurlandi
ég sé ekkert því bara, já, ég held að það samband verði bara mjög gott áfram. En hins vegar þetta flókið að tilheyra svona einskismannslandi hérna á Suðausturhorninu. Það alveg ljóst að bæjarstjórn þarf að fara að taka samtalið það hvað við viljum gera. Ráðuneytin virðast tala einu máli að við eigum að velja okkur landshluta en á sama tíma þá til að mynda eitt ráðuneyti sem staðstur okkur annars vegar með Austurlandi undir Héraðsdómstólnum Austurlands og hins vegar undir lögregluembættinu á Suðurlandi. Þetta getur ekki verið eitthvað sem við leysum ein og þetta getur ekki verið eitthvað sem við leysum á stuttum tíma. Þannig að ég held að ljóst sé að við ætlum að boða til vinnufundar eða umræðufundar með bæjarstjórn og íhuga næstu skref okkar í framtíðar landshluta-samstarfi, hvort sem það verði suður eða austur. Takk. Takk fyrir Eyrún. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu. Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, akkurat í því sem Eyrún Fríða var að tala hérna, að þá lét forsætisráðuneytið gera skoðun eða það var hópur svæðaskiptingu landsins sem var bara núna fyrir stuttu og búin að skila skýrslu það hvernig skiptingin og einhverja tillögur það hvað skuli gerast í framhaldinu. En það hefur ekki verið klárað sem náttúrulega bagalegt því að ráðuneytin sjálf að setja okkur út og suður og hingað og þangað sem náttúrulega bara ekki gott og við erum líka eins og tengt haust og fullan skilning á því að Austurland bæði dómstólarnir og heilbrigðiseftirlitið og annað slíkt ef við förum þar út að þá rýrir það þau embætti því að þetta svo lítið svæði, þetta svo fáar personur og við erum auðvitað inn í mjög stóru svæðin á Suðurlandi og það var ákveðin hræðsla við það hér á sínum tíma þegar við settum til lögregluna á Suðurlandi að við myndum tínast inn í þessu ógurlega bákni og annað slíkt sko en niðurstaðan svo að ég held að flesti taki undir það ef ekki allir að það bara miklu betra samband á milli embætta og það kannski bara þegar þú þarft að gera það, þegar það svo stórt að en allavega þá hefur það lukkast bara mjög vel. En ég held að það sé líka bara ágætt að kalla eftir þessari vinnu frá forsætisráðuneytinu bara hvað í ósköpunum það ætla að gera við okkur. En auðvitað það líka ákveðin fegur í því að geta halla sér bæði stæðamiðinni og halla sér bæði til suðurs og austurs sko, og átt samvinnu bara breiðum grundvelli. En þingmennirnir okkar í Suðurkjördæmi, þannig að ef það eitthvað sem við viljum vinna að og ýta eftir og annað slíkt, þá það oft í gegnum þá. Og það líka bara flækjufótur fyrir starfsfólki okkar að vera í samvinnu til hægri og svo að fara að býta hvað ætla ég að gera svona til vinstri. Þannig að það bara, og það tíma, við höfum ekkert tíma og því til þess að vera eða í svoleiðis kannski tvíverknað á sömu leyti. Takk ykkur stöllum fyrir þessar umræðu, hún þörf og við tökum þetta upp á öllum stöðum þar sem við getum gert. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð. Við erum í fundu bæjarráðs nr. 1125. Svo ekki, þá ætla ég bara að bera hana hér upp til atkvæða þeir sem henni samþykki við sérst gefa merki. Með 7. Þá förum við í lið nr. 2 sem fundagerð bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1126. Undir þeirri fundagerð eru fundagerðir íbúðaráða, bæði Suðursveitar og Mýra, Nesja og Lóns og frá 4. fundi ráðanna. Auk þess fundagerð fræðslu og frístundanefndar nr. 111 sem fundagerð stýrihóps byggingu nýs íþróttahúss nr. 1-7 sem önnur mál. Ég gef hér orðið laust þeir sem vilja tjá sig þessa fundagerð, gefa merki. Sigurjón, svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að taka til máls undir máli 20, undir bæjarráði 1126. Það varðandi öryggisinnviðina hérna í Hornafirði og reyndar í Skaftafellssýslum báðum, það að segja Skaftárhreppi og Mýrdalshreppi. En við áttum frumkvæði að því nýlega að efna til málþings öryggisinnviði og það verður að segjast eins og að málþingið gekk afar vel. Það var
frábær þáttaka þó að við hefum kosið að það hafði ekki komið vantrauststillaga á ríkisstjórnina sama dag og málþingi var, þannig að færri þingmenn og ráðherrar gátu mætt en ráða fyrir gert. En þátttaka var góð og við erum að vinna úr í raun og veru því sem að þar kom fram, og eitt af því er að við ætlum í þá óskefti því að eiga samstarf við Skaftárhrepp og Mýrdalshrepp að stofna samráðshóp öryggisinnviðina hérna hjá okkur. Og ég hef nú kannski að bera í bakkafullan lækinn hérna að fara að telja upp þá miklu aukningu sem hefur verið á umferð ferðafólks og er mjög gleðileg til okkar, en hérna við erum hjá sveitarfélaginu að hamast í því að láta innviðina sem snúa að okkur fylgja vaxandi umferð og auknum íbúafjölda og við ætlumst til þess að ríkið geri það einnig. Það hafa reyndar borist viðbrögð frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands sem ætlar að vera með bráðaviðbragð í Öræfum í sumar frá byrjun júní til loka ágúst og það er frábært og við munum leggja minnisblað þar fyrir bæjarráði í næstu viku og gerum þá ráð fyrir því að íbúð sem við höfum til umráða í Öræfum í Hofi verði okkar framlag inn í það verkefni. Og við eigum síðan fundi, það eru framundan fundi líka með vegagerðinni þar sem að við erum svona að reyna að ná góðu samtali hvernig við getum eflt öryggið á vegunum hérna í Hornafirði í takti við aukna umferð. En málþingi gott. Ég vil þakka öllum sem að mættu og tóku til máls og tóku þátt í pallborði og umræðum og við vonumst eftir því að þetta verði okkur hagfellt inn í framtíðina að hafa náð þessu samtali á milli sveitarfélagana í Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það best ég byrji bara á lið 20 sem að bæjarstjóri var að fara yfir og hérna tek undir flestu því sem hann sagði. Þetta var bara mjög gott og hérna vakti athygli á landsvísu, ekki síst fyrir hans atbeina, en bara mjög flott og gaman að hafa hérna fréttamann bara á staðnum sko, að mæta. En það kom mikið þarna fram og ég vil bara að þú bæjarstjóri talar HSU, að það borist viðbrögð frá þeim, en þó málþingi hafi verið frábært að þá lá það nú fyrir málþingið að það yrði þessi vakt í hérna Skaftafelli í júní, júlí, ágúst, sem er bara gott og bara kemur í kjölfarið að því að þeir voru þarna með viðbragð í ágúst í fyrra og séu það er þörf á þessu. En ég vil hérna bara minna á að leggja áherslu á því að tíminn er svo fljótur að líða. Og í næstu viku er liðinn mánuður frá því að þessi viðburður var haldinn. Og það bara er einhvern veginn þannig að tíminn spýtist áfram og bara brýna okkur að nýta þann kraft og meðbyr sem var með málefninu. Og að við fylgjum þessi eftir núna, bara og akkurat núna sko, því að leið og maí er bara eftir hvítasunnu sko, þá er bara komin los á fólk hingað og þangað út allt og þá gætum við þurft að byrja á byrjuninni aftur í haust. Þannig að hérna, það er kannski það sem ég vildi gera hér, að brýna okkur til þess að fylgja þessu eftir núna. Annað sem ég langar að ræða hér er lið 4. Þar komu 7 fundargerðir stýrihóps hönnun og hérna fyrirhugabyggingu íþróttahús fyrir bæjarráð og bara segja það að þarna voru lagðar fyrir áhugaverðar hugmyndir sem er verið að vinna með og mig langar bara að koma inn á þannig, ég veit að stýrihópurinn er að fara að hitta hérna ýmsu hagaðila sem að hérna koma þarna og það eru ansi margir sem og ef ekki bara allir sem eru hagaðilar og vilja hafa skoðanir og hérna koma að þessu, en mér langar bara til þess að hérna
Ég að segja það sé verið að skoða hvort það sé hagkvæmara að byggja dagstætt hús við Víkurbraut eins og deiliskipulagi sem er í vinnslu gerir ráð fyrir eða hvort það sé heppilegra að byggja í framhaldi að núverandi íþróttahúsi með breytingum þar í kring. Og mig langar bara að minna að vanda til verka og huga þá bæði að hagkvæmni á byggingatíma og í rekstri. Því að það er ekki bara flott hús eða annað sem við þurfum að hugsa við þurfum líka að hugsa bara að við erum að reka hér sveitafélag og hvernig gerum við það best og högum því þannig að við getum sýnt öllum okkar öðrum skuldbindingum á meðan á þessu stendur að þeir að bæta þessa aðstöðu. Þannig að það verður spennandi að fá fréttir að því hvað hagaðilunum finnst þessa kosti. Takk fyrir Ásgerður. Fleiri sem vilja taka þetta máls þessum fundi? Svo það er engin sem að kveða þessu hljóðs. Þá bara fyrir við atkvæði þeir sem eru þessu samþykkjum sem skeiða merki. Fundagerðin þar að segja. Samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið númer 3 sem er fundagerð bæjarráðs Hornafjarðar númer 1127. Undir þeim fundi eru fundagerðir umhverfis- og skipulagsnefndar númer 78, atvinnu- og menningarmálanefndar númer 63 auk ýmissa annarra mála. Gef orðið laust þessa fundagerð. Hjördís hefur og svo Sigurjón, gjörðu þess vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að segja nokkur orðin undir máli nr. 13 sem er fundagerð atvinnu- og menningarmálanefndar. Sigurjón kom að kynnti fyrir nefndinni áformum breytingar á fyrstu hæð Ráðhússins. Á þessari hæð sem er bæði inngangur fyrir Svavarsafn og Ráðhúsið sjálft er mikið og verðmætt rými sem er bara illa nýtt eins og staðan er núna. Teikningarnar af rýminu eru bara glæsilegar og munu gjörbylta vinnuaðstöðu á hæðinni. Breytingarnar eru ekki aðeins gerðar fyrir starfsemi Ráðhússins heldur mun Vatnajökulsþjóðgarður leigja rými af sveitarfélaginu þegar þetta verður tilbúið og þá fá þar með flott aðsetur hérna. Stefnan er að breytingum verði lokið fyrir næstu áramót en verkið fer í útboð núna mjög fljótlega. Bara sem fyrirverandi starfsmaður hússins þá fagna ég bara þessari ákvörðun mjög. Ég held að þetta verði bara bylting fyrir alla starfsemi hússins og þá sem að vinna þarna niðri. Þetta verður frábær breyting. Takk fyrir Hjördís. Sigurjón gaf orðið frá sér, þannig að það er bara orðið laust. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í þessari fundagerð það liður 6 sem ég langar aðeins að koma inn á. Það er skipurit 2024 heitir sá liður í dag. Á þessum fundi bæjarráðs var lagt fram minnisblað þar sem útskýrt að með breytingum á skipuriti sem gerðar voru í nóvember þar sem fjármálastjóri var gerður að lykilstjórnanda þar að segja næsta undirmanni bæjarstjóra hafi ekki þurft að taka sérstaklega fyrir ráðningu viðkomandi í bæjarstjórn eða nafn viðkomandi komið fram í fundagerð. Á fundinum lagði ég svo sem hér stendur fram bókun sem hljómar svona með leyfi forseta. Samkvæmt 51. grein í samþykktum með stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Hornafjarðar ráðningu í æðstu stjórnunarstöður ræði bæjarstjórn lykilstjórnendur hjá sveitarfélaginu. Mikilvægt að ráðning æðstu stjórnenda sé skýr og rekjanleg þannig að nafn þess sem ráðinn komi fram í bókum bæjarstjórnar. Í ljósi þess gerði undirrituð athugasemd við ráðning lykilstjórnenda, svo sem fjármálastjóra, sem heyri beint undir bæjarstjóra samkvæmt breytingu á skipuriti frá 17. október sé ekki tekin fyrir sem sérliður í bæjarstjórn eða að minnstakosti bóka með skýrum hætti með nafni viðkomandi undir þeim leið sem breytingin á við. Og hér lýkur tilvitnun í þessa bókun. Á fundinum gerði bæjarstjóri og bæjarráðsfulltrúar benda þeir á það að þetta sé í góðu lagi á þann hátt sem málið var afgreitt. En mér langar að minna á að í aðdraganda síðustu kosninga var mikið rætt opna stjórnsýslu og hún skyldi vera meiri og talaði gagnsæi í öllum mögulegum hlutum. Þannig að mér langar til þess að vekja athygli á því. Þess utan þá nú í maí átaksmánuður tengdur verkefninu Hornafjörður náttúrulega og hann tileinkaður stjórnarháttum og segir í
VF verkefnisins gagnsæi og aðgengileg stjórnsýsla með stórum stöfum. Áherslur á markmið séu skýr og muni stofnanir sveitarfélagsins leggja sérstaka áherslu á aðgerðir sem falla undir þessa mikilvægu stoð í mánuðinum. Ég fagna því og vona að gagnsæi, aðgengileg og rekjanleg stjórnsýsla sé það sem koma skal og kannski nota tækifæri hér og spyrja bæjarstjóra sem að þetta náttúrulega hleypti þessu í upphafi kjörtímabils af stað bara innleiðingu á þessu stefnunni Hornafirði náttúrulega sem inni var á síðasta kjörtímabili og þá var svona talað að fylgja eftir og vera með, þú veist, í átaksmánuðinum yrðu svona verið að, peppa fólk bara, svona til slæma íslensku í því það væri yrði áberandi, það inn í stofnunni sveitarfélagsins og annað og það ég bara verð að segja að maður hefur lítið fundið fyrir þessu eitthvað undanfarið og það getur bara vel verið að því að ég er ekki starfsmaður sveitarfélagsins en hefur reyndar heyrt frá starfsmönnum í stofnunum að bara já, býtu, ok, þetta er í gangi, þú veist að er hvaða plönur það að reyna að halda þessu lifandi og virku og hvaða verkefni er í gangi til þess innan stjórnsýslunar, innan stofnana sveitarfélagsins til þess að efla þessa gagnsæju og aðgengilegu stjórnsýslu og þá væntanlega að veit að innan það er búið að vera fjalla aðeins hvernig við erum að rita fundagerðirnar en samt er það ekki gert með þessum hætti á margan hátt þannig að mér langar að kannski fá viðbrögð bæjarstjóra við þessum spurningum. Takk fyrir Ásgerður. Nú er óskað viðbrögð bæjarstjóra og hann stendur á fætur. Gjörðu svo vel, Sigurjón. Kæra þakki Gauti og takk fyrir þetta Ásgerður. Fyrst ráðningamálin að þá skilum við minnisblaði eins og Ásgerður kom inn á fyrir bæjarráð ráðningaferlið. Fyrir þá sem ekki þekkja það, þá var það í stuttu máli þannig að þegar það er auglýst eftir fjármálastjóra sveitarfélagsins að það var lagt upp með það að viðkomandi færi undir sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs. Og við auglýstum 2 störf á sama tíma, annars vegar fjármálastjóra og hins vegar sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs. Okkur tókst því miður ekki að ráða í aðra stöðuna en við náðum að ráða fjármálastjóra og eftir að hafa fallið frá umsóknum í þetta sviðsstjórastarf og höfum fengið þá tilfinningu fyrir því hversu öflugan aðila við vorum komið með í sviðsstjóra stjórnsýslu sviðs að þá gerðum við breytingu á skipuríti þannig að við breyttum og einfölduðum aðeins starf sviðsstjórans þannig að var að ræða sviðsstjóra stjórnsýslu sviðs en viðkomandi fjármálastjóri var bara áfram með sín verkefni með sína undirmenn og ekkert breytist nema hún var færð undir bæjarstjóra. Og í samþykktu sveitarfélagsins segir að bæjarstjórn ráði æðstu stjórnendur og á þeim tíma sem hún var ráðin að þá var hún einfaldlega ekki í þeim hópi. Þannig að við höfum sagt að ítrekkað að við teljum að þessi stjórnsýsla standist allar kröfur en hins vegar má alveg ég ekki að gera alls ekki lítið úr þessum rökum hjá Ásgeiri. Það hefði mögulega mátt bóka þetta örlítið skýrar en minnisblað frá stjórnsýslusviði máli það tala sínu máli. Svo varðandi Hornafjörð náttúrulega og opna og gagnsæja stjórnsýslu að þá náttúrulega það sem við gerðum þegar við tókum við fyrir tæpum 2 árum að þá rákum við augun í heljarmikla heildarstefnu sem hafði verið mótuð fyrir sveitarfélagið en ekki kannski innleiðingaferlir hafið og við brettum aldeilis upp ermar þar og vorum allt síðasta ár í átaki, settum átök undir hverja og eina stoð í Hornafjörð náttúrulega eins og stefnan heitir og við erum líka á þessu ári að fullu að vinna að innleiðingu og núna er einmitt átaksmánuður þetta. Það er nú þannig að þegar að verið er að innleiða stefnur að þá er það nú fljótandi. Það er snúið
að breyta hegðun. En smátt og smátt með vel skilgreindu átaki, stuðningi yfir stjórnenda og skýrum markmiðum að þá hægt að gera það. Og ég geysilega ánægður með hvernig þessi innleiðing hefur farið á stað. Við erum að byrja annað árið núna og það má eflaust gera aðeins betur þegar kemur að kjörnum fulltrúum. Ég held að við þurfum að endurskoða dálítið markmiðin okkar og verkefnin þarna inni og tengja þetta meira við kjörna fulltrúa. En það hluti af ferlinu, þetta langhlaup, ekki spretthlaup. Ég eins og ég segi, geysilega ánægður með það sem að hefur áunnist. Ég ætla ekki að fara að telja það upp hér, það náttúrulega alls konar verkefni sem að við kláruðum á síðasta ári, sumt kláruðum við ekki og sumt einfaldlega hættum við og erum að breyta. En þetta lifandi, þetta þróun og ég hef ofboðslega mikla trú á þeim stoðum og gildum og markmiðum sem eru inn í Hornafjörður náttúrulega og við munum halda áfram af fullum krafti. En við getum alltaf gert betur. Fyrir Sigurjón, fleiri sem vilja taka þátt í þessar umræðu eða bara umræðu þennan fund, númer 1127, bæjarráð Hornafjarðar. Orðið laust áfram. Svo ekki, þá ætla ég að bera hana hér upp til atkvæða þess sem henni samþykki, vísast gefa merki. Hún samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið númer 4 í fundargerð bæjarstjórnar, það fundargerð bæjarráðs númer 1128. Undir þeirri fundargerð eru fundargerð hafnarstjórnar númer 264 og fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 79, auk annarra ýmissa mála áhugaverðra. Orðið laust, gjörðu svo vel, nú ég að fletta hérna, Sigurjón, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, undir þessum fundi í liðu 5, Múlakljúfur, þá vil ég ítreka, það hefur nú svo komið fram hjá mér að lýsa yfir ánægju með það að Framkvæmdasjóður ferðamannastaða hafi úthlutað Múlakljúfri fjármagn. Það eru 90 milljónir og það fjármagn sem við munum þiggja og ásóknin í gljúfrið hefur náttúrulega aukist ævintýralega og náttúran upp í gljúfrinu og reyndar fyrir neðan líka. Það að segja á Auránum við bílastæðið, hún ræður ekki við það álag eins og það og við þurfum þetta fjármagn til þess að geta farið í uppbyggingu. En ég vil samt svona tilla því hérna líka að þegar að Framkvæmdasjóður ferðamannastaða að úthluta fjármagni til uppbyggingar á ferðamannastöðum, að þá á þeim að vera í lófalagið að gera þetta fyrr. Eins og verkefnastaðan hér í Hornafirði hjá þeim verktökum sem eru hér hjá okkur gætu framkvæmt þetta verk að fara í Múlakljúfur, að það bara snúið, ef ég má segja sér svo, að koma þessum peningum í lóg eða í vinnu. Það bara mjög snúið og ég sé enga meinbugi á því að það sé ekki hægt að fá þessar umsóknir bara aðeins inn fyrr og láta þetta koma til dæmis bara rétt eftir áramót eða fyrir áramót, þannig að við séum viðbúin þegar við erum á kafi í því að vinna áætlanir og útboð fyrir önnur verkefni sem við erum að fara í. Og ég skora einfaldlega á Framkvæmdasjóðinn að taka þetta upp, en að samanskapi lýsi ég bara mikilli ánægju með verkefnið og enda mikil þörf á því að gera gönguleiðina og göngustígana og umhverfið þarna sjálfbært. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum fundi? Svo ekki. Því ætla ég bara að bera fundargerðina upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykki vísast gefa merki. Hún samþykkt með 7. Þá förum við í 5. lið á dagskrá. Það fundargerð bæjarstjórnar Hornafjarðar númer 322 sem við lögðum fram fengum að bæta við dagskrána. Hún lögð hér fram til kynningar. Þar vorum við að fjalla græna bókhaldið og fyrri umræðu ársreikninga.
Þá mætti ég ekki með bindi. Heldur í ból, það er ekki gott, það gerist ekki aftur. Vilja menn fjalla þessa fundargerð sérstaklega? Svo ekki, það bara, hún orðið hér bara lögð hér fram til kynningar. Orðið laust og ég beðið kveðsöngin hljóðs. Þá fyrir við áfram í lið nr. 6 sem ársreikningur Sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir árið 2023. Hann hér tekinn til síðari umræðu. Sigurjón Andrason, bæjarstjóri, gerir hér grein fyrir ársreikningum. Gjörðu svo vel, Sigurjón. Takk fyrir, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú liggur fyrir bæjarstjórninni ársreikningur Sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir árið 2023 og hann lagður fram hérna til síðari umræðu í dag. Á síðasta ári námu rekstrartekjur Sveitarfélagsins 4.170 milljónum fyrir A- og B-hluta og þar af námu rekstrartekjur í A-hluta 3.704 milljónum. Álagningarhlutfall útsvars var 14,74% sem lögbundið hámark. Álagningarhlutfall fasteignaskatts í A-flokki var 0,41 en lögbundið hámark þar 0,625 með álagi. Í B-flokki var álagningarhlutfalli 1,32% sem lögbundið hlutfall og í C-flokki var hlutfalli 1,65 en lögbundið hámark með álagi einmitt 1,65. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta var því jákvæð 457 milljónir króna og rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð 309 milljónir króna samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé Sveitarfélagsins í árslok árið 2023 nam rúmlega 6,2 milljörðum króna fyrir A- og B-hluta en eigið fé í A-hluta nam 5.381 milljón, tæplega 5,4 milljörðum. Nú niðurstaða síðasta árs mun betri heldur en að áætlanir gerðu ráð fyrir og skýringa einna helst að leita í stöðugt öflugra atvinnulífi hér í Hornafirði. Hvað reksturinn varðar þá jukust rekstrarútgjöld Sveitarfélagsins 16,5% á síðasta ári á meðan að tekjur jukust 19,5%. Og hvað útgjöldin varðar þá munar talsvert breyting á lífeyrisskuldbindingu til Brúar lífeyrissjóðs. Þar voru áætlað 55 milljónir, niðurstaðan var 94. Og síðan náttúrulega laun og verðlagshækkanir og krefjandi árferði líka spilar þar inn í. En það má líka geta þess á síðasta ári þá höfðu við ráðgert að fjárfesta í innviðum upp á 1120 milljónir króna. En niðurstaðan var fjárfesting upp á tæplega 600 milljónir. Þarna munar mest að framkvæmdir við viðbyggingu leikskólans Sjónarhóls voru seinni af stað en áætlað var, en það varð einnig seinkun á fráveitu áfanga 4, hönnun á honum og framkvæmdum. Og svo má líka nefna að það munaði talsvert að afhending á nýju slökkubifreiðinni sem að ég heyrði nú að hefði farið út í sveit, hérna rétt áðan með logandi ljós og ég hef nú áhyggjur af, að hún komin til Hornafjarðar en það var seinkun á því og en nýja slökkubifreiðin kostar 100 milljónir, einhvers staðar fyrir sunnar 100 milljónir þegar endurgreiðslur eru komnar og hún færist til eignar á árinu 2024 og var greidd nýlega. Þannig að hún gjaldfærist ekki og þetta minnkar í raun og veru það að við höfum komist í allar þær framkvæmdir sem við vildum á síðasta ári. Áætluð lántaka á síðasta ári var 450 milljónir króna en ekki var gengið á þá heimild. Að skila 457 miljón krónum í afgang og ná að fjárfesta fyrir tæpar 600 milljónir og reka sveitarfélagið og taka ekki krónaláni afar öfundsverð staða. Og reksturinn gekk mjög vel, þrátt fyrir eins og ég sagði krefjandi árferði í rekstri sveitarfélaga. Það er mjög ánægilegt að sjá áfram vöxt í tekjustofnum en þeir hækkaðu 9,5% á milli ára en í áætlun ársins var gert ráð fyrir 7,5% tekjuaukningu. Skuldaviðmið sveitarfélagsins heldur áfram að lækka og fjárhagsstaða bæjarsjóðs afar sterk. Skuldahlutfall sveitarfélagsins í lok árs 56% en við höfðum áætlað hana 65%.
þá skulda viðmið okkar 29% en var í áætlun síðasta ás, þar að segja 2023, 44%. Í þessu sambandi ágætt að nefna að hámarks skuldaviðmið skilgreint í reglugerðum fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga og það 150%. Og þetta sýnir okkur og minnir okkur á að við erum í afar öfundsverðri stöðu hér í Hornafirði. Nú veltufé frá rekstri var verulega yfir áætlunum en það sýnir getu sveitarfélagsins til þess að standa undir framkvæmdum og skuldbindingum. Þessi lykiltala segir getu okkar til að fjárfesta og standa undir afborgunum á þess að taka lán. Á síðasta ári var veltufé frá rekstri 816 milljónir króna og sem 19,6% í hlutfalli af rekstratekjum. En við höfðum áætlaða 14,6%. Til samanburða var hlutfalli 17,9% árið 2022 og 13,3% árið 2021. Nú samhliða blómlegum rekstri sveitarfélagsins þá höfum við aukið innviðafjárfestingar og það mun skila sér í öflugri þjónustu og betri lífsgæðum fyrir alla íbúa. Ágætu bæjarfulltrúar, ég vil að lokum þakka öllu starfsfólki sveitarfélagsins fyrir afar góð störf á síðasta ári. Þeirra framlag að endurspeglast hér í sterkum ársreikningi sem gefur okkur tækifæri til framtíðar. Eftir sem áður var hitinn og þunginn af daglegri vinnu við gerð reikningsins borin upp á fjármálastjóra sveitarfélagsins, Önnu Lilju Herringsdóttur, og ég vil þakka Önnu og hennar fólki á fjármálasviði fyrir afar gott verk. Einnig vil ég þakka KPMG fyrir afar gott samstarf endurskoðun ársreiknings sem og öðrum sem að þessu verki komu fyrir framúrskarandi gott samstarf við gerð þessa reiknings. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón. Þetta var skilvirk yfirferð, margar mikið af tölum og flottur reikningur. Hann hér lagður fram til umræðu og orðið laust, gjörðu svo vel, sem að það hún Stefanía sem að fyrst ríður á það, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mig langaði að lýsa yfir ánægju minni með niðurstöðu ársreiknings sveitarfélagsins fyrir árið 2023. Sveitarfélagið eins og margoft hefur komið fram hefur verið vel rekið á síðustu árum og þetta ár ekki undanskilið. Það því öfundsvert að standa hér og tala góðan rekstur á meðan önnur sveitarfélög eru því miður að glíma við rekstrarörðugleika af ýmsum ástæðum. Það liggur samt fyrir að samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir þetta ár eru margar framkvæmdir í farvatninu. Má þar nefna viðbyggingu leikskólans, nýtt hverfi á IP5 sem nefnist nú Hagahverfi, endurskoðun aðalskipulags, uppbyggingu íþróttamannvirkja, viðhald og Sindrabæ ásamt mörgu öðru. Ég vil nýta tækifæri hér og ítreka það að ég vil sjá Sindrabæ í framkvæmd á þessu ári, enda búið að sitja á hakanum í allt og mörg ár og það fyrir séð að ef ekki verður farið í nauðsynlegt viðhald, þá munu endurbætunar alltaf verða okkur mun kostnaðarsamari. Það ánægjulegt að sjá eins jákvæða niðurstöðu ársreikningi eins og við gerum nú, en það þarf að halda á spilunum, halda áfram að framkvæma og hlúa innviðunum okkar, svo að samfélagið okkar haldi áfram að blómstra og við byggjum framtíðar kynslóðum sterkt sveitarfélag. Takk. Takk fyrir Stefanía. Fleiri sem vil taka til máls undir þessum lið. Það við erum að fjalla hér ársreikningi fyrir árið 2023. Orðið laust. Svo ekki þá ætla ég að bera hann hér upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir ársreikningi sem fyrir liggur fyrir árið 2023 vinsamlegast gefa merki. Hann samþykktur með 7 atkvæðum. Þá ætla ég að mér var bent á af stjórnsýslu sviðsstjóranum okkar að á síðasta bæjarstjórnarfundi sem við tókum fyrir núna til kynningar, þá gleymdist að taka fyrir til kynningar fundin þar áður sem var númer 321 og ég óska hér eftir því að við fáum að taka það bara við getum haft það sem síðasta mál á dagskrá að við leggjum fund bæjarstjórnar númer 321 fram til kynningar. Erum menn samþykkir því? Við semst gefa merki ef við var svo er. Það er samþykkt. Takk fyrir. Þá förum við í 7. mál á dagskránni, það mannréttindastefna sveitarfélagsins Hornafjarðar. Mannréttindastefnan hefur verið samþykkt í öllum fastanefndum sveitarfélagsins
fjölbreytni, jöfn meðferð og vernd gegn mismunum í víðum skilningi leiðarstef sveitarfélagsins Hornafjarðar og markmið stefnunnar að uppfylla allar kröfur laga og reglna mannréttindi. Nú ætla ég að gefa orðið laust hér þessa ágættu stefnu. Hún Eyrún ætlar að koma fyrst, gjörðu svo vel, Eyrún. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að lýsa yfir mikla ánægju með þessa mannréttindastefnu. Vissulega hefur vinnan við gerð stefnunar dregist á langinn, en eftir ítarlega yfirferð allra fastanefnda, starfsmanna og fulltrúa allra flokka tel ég að við sem hér að samþykkja yfirgripsmikla og góða stefnu. Oft veigrar fólk sér við því að taka afstöðu með réttindum fólks, þar sem að almenn mannréttindi ættu alltaf að þykja sjálfsögð. En á síðustu árum hefur verið aukið bakslag á heimsvísu í réttindum ýmissa flokka, svo sem hinsegin fólks, kvenna og fatlaðra. Mér þykir því afar mikilvægt að sveitarfélagið setji sér afgerandi stefnu til að tryggja réttindi allra flokka, þar með allra íbúa og gesta í sveitarfélaginu. Skjalið í heild sinni stórt og viðamikið og verður kannski ekki oft notað í heild sinni, en það markar þessa stefnu og leiðarvísi fyrir störf okkar allra hjá sveitarfélaginu það að hvergi megi gefa afslátt af mannréttindum, heldur í stað þess virði við hversu fjölbreytt við erum, nýtum það sem styrkleika og fögnum öllum okkar frábæra mannauði sama hver við erum. Takk. Takk fyrir það. Eyrún, fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið? Svo ekki, þá ber ég mannréttindastefnu sveitarfélagsins upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykki vil skrifa merki. Samþykkt með 7. Þá fyrir við lið númer 8 sem samningur samræmda móttöku flóttafólks. Að ræða endurnýjun samning sem hér lagður fram til staðfestingar. Samningurinn tekur til þjónustu sveitarfélagsins vegna samræmdar móttöku flóttafólks, en slíkt stendur einstaklingum með vernd samkvæmt lögum málefni innflytjenda til boða, án tillits til þess með hvað hætti fólkið hefur komið til landsins. Markmið samningsins að samræma móttöku flóttafólks þannig að ríki og sveitarfélög tryggi flóttafólki samfellda og jafna þjónustu óháð því hvaðan það kemur. Ég ætla að gefa orðið laust hér þennan ágæta samning. Það Eyrún, Fríða, gjörðu svo vel. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Tengt í raun fyrra málefni sem ég var að tala að þá ég einnig mjög ánægð með endurnýjun þessa samnings. Staðan í heiminum mjög erfið víðast hvar og flóttafólki fjölgar í heiminum á hverjum einasta degi. Þess vegna þykir mig gott að við í sveitarfélaginu Hornafirði séum að leggja okkar að mörkum til að koma fólki til hjálpar. Á landsvísu erum við kannski ekki stór og heildarfjöldi flóttafólks sem við tökum á móti ekkert mikill, en hver einasta manneskja skiptir máli. Og það mikilvægt að við höldum áfram að gera allt sem við getum og því ég mjög ánægð annars vegar með þá sátt sem hefur myndast hér þátttöku okkar í þessu verkefni og ekki síður ég ánægð með þá góðu vinnu sem allt okkar starfsfólk hefur lagt í málaflokkinn. Takk. Takk fyrir Eyrún. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ég ætla bara að fá að taka undir það. Mjög gaman að fylgjast með þessu ágæta fólki sem hér hjá okkur, það bara vist verða góðir þáttakendur í samfélaginu. Því fyrir að fagna. Fleiri sem vil taka til máls? Svo ekki, því ber ég þennan samning samþykkta móttöku flóttafólks upp til atkvæða. Þeir sem eru henni samþykkis að gefa merki. Hann samþykktur. Þá fyrir við mál nr. 9. Mál nr. 9 yfirtaka og uppbygging eigna félagslegt leiguhúsnæði. Lagði fram hér viljayfirlýsingu á milli sveitarfélagsins Hornafjarðar og Bríetar leigufélags uppbyggingu leiguíbúða í sveitarfélaginu og hann hér lagður hér fram fyrir okkur til samþykkis eða synjunar. Og nú bara gef ég orðið laust þennan ágæta samning. Það Eyrún Fríða, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta gleðiefni að vera með þessa viljayfirlýsingu hér. Þessi viljayfirlýsing markar ákveðið skref í 2 mikilvægum verkefnum.
Fyrst að ræða úttekt á húsnæði sveitarfélagsins þar sem við höfum rýnt þörfina og teljum okkur geta fært fjölda eigna, samtals 16, yfir í leigufélagið Bríeti, þar með einfaldað eignasafn sveitarfélagsins og dregið úr rekstrarkostnaði án þess þó að draga úr getu okkar til að uppfylla skyldur félagslegt húsnæði. Hitt verkefnið að taka skref í átt að því að hér verði eðlilegur leigumarkaður í sveitarfélaginu. Í þessari viljayfirlýsingu ekki bara að ræða þessar eignir sem við færum inn í Bríeti, heldur mun Bríet líka byggja upp eignir. Að lokum vil ég benda á að einn hluti af þessari viljayfirlýsingu að sveitarfélagið og Bríet munu hefja samtal byggingu húsnæðis í dreifbýlinu og ég tel það mjög vænlegt skref fyrir sveitarfélagið í heild sinni og vildi bara beina athygli ykkar að því. Takk. Fyrir Eyrún Fríða, fleiri sem vilja taka til máls. Ásgeir, ekki svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil taka undir með Eyrúnu Fríðu varðandi þessa, hvað þetta stór skref í rauninni að fara inn í gera þessa viljayfirlýsingu og ég vona bara að það verði efndir að við getum að þeir nái samningum við verktaka og geti fengið í rauninni byggingar á verði sem að ríki vill, en það auðvitað vitum við of lágt. Þannig að við verðum að reyna að vinna að því að það sé ákveðin skilningur þar á milli að það dýrara að byggja út á landi og þetta Bríet að byggja út á landsbyggðinni, þannig að þeir hafa, eiga að hafa þekkingu á því. En ég tel þetta bara mjög gott skref að það verði leigumarkaður óháður sveitarfélaginu rauninni á svæðinu, því að við erum landsvæði þar sem að fólk kemur til þess að máta sig, til þess að vinna, til þess að prófa, bara alls konar og mikið af einstaklingum sem kemur hingað. Síðan vill það ekki verið húsnæðið byggt í rauninni tengt vinnuveitendum sínum, þannig að þá þetta bara mjög fýsilegu kostur, en auðvitað ekki eitthvað sem að sveitarfélagið á að vera með leigu á markaði annars slíkt og við höfum verið að berjast við í mörg ára að reyna að komast út úr þeirri lúpu og nú bara vil ég bara fagna því að við séum komin á þennan stað og bara vona að okkur gangi vel. Takk fyrir Ásgerður og við bara tökum undir árnaðar kveðjur henni til okkar allra að okkur gangi vel. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum ágæta samningi. Svo ekki, þá ætla ég að bera hann hér þessa viljayfirlýsingu sveitarfélagsins Hornafjarðar og Bríetar leigufélags uppbyggingu á leiguíbúðum í sveitarfélaginu Hornafjarðar upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir vinsælst gefa merki. Það eru 7 atkvæði sem bárust. Þannig hann samþykktur. Það gott. Jæja, þá förum við í 10. mál. Það kæra vegna gatnaverðargjalda Hagaleiru 11. Á fundi bæjarráðs 9. apríl síðastliðinn tók bæjarráð upp ákvörðun sína frá 7. janúar árið 2021 að hafna erindi lóðarhafa endurgreiðslu gatnagerðargjalda að Hagaleiru 11. Endurupptaka málsins fór fram í ljósi bréfs innviðaráðuneytisins dagsett 7. mars 2024. Í niðurlagi bréfsins koma fram þau fyrirmæli ráðuneytisins að fella úr gildi ákvörðun bæjarráðs frá 7. janúar 2021 að hafna beiðni málshefjanda niðurfellingu gatnagerðargjalda vegna Hagaleiru 11 á Höfn og taka beiðni málshefjanda til lögmætrar meðferðar. Til grundvallar nýrri ákvörðunni leitaði bæjarráðs enn á ný ráðgjafar óháðs lögmanns málið. Niðurstaða bæjarráðs var sú að ekki á grundvelli þeirra laga Niðurstaða bæjarráðs var sú að á grundvelli þeirra laga og reglna sem málið byggir á væri ekki heimild til að samþykkja beiðni lóðarhafa að Hagaleiru 11 niðurfellingu gatnagerðargjalda og var beiðnin því hafnað að nýju. Með vísan til gjaldskrár embættis byggingar og skipulagsfulltrúa sem í gildi var við úthlutun lóðarinnar þann 7. október árið 2020 og greinargerðar sem aðgengileg undir fundi bæjarráðs á heimasíðunni hornafjörður.is og verður jafnframt aðgengileg undir fundargerð þessa fundar þar sem gerð ítarlega grein fyrir sjónarmiðum bæjarráðs í málinu. Samkvæmt 33. grein samþykktar stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Hornafjarðar skulu mál
sem eru endur upptekin af bæjarráði lögð fyrir bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu, sem gert hér. Og nú gef ég hér orðið laust þessa ákvörðun. Og það enginn sem kveður sér ljós. Þá legg ég til að bæjarstjórn Hornafjarðar staðfesti ákvörðun bæjarráðs Hornafjarðar frá 9. apríl síðastliðinn að hafna erindi lóðarhafa að Hagaleiru 11 endurgreiðslu gatnagerðargjalda vegna lóðarinnar og ber ég hér það upp til atkvæða. Þeir sem eru þessi samþykki vinsamlegast gefa merki. Þetta samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið númer 11. Það beiðni endurskoðun gatnagerðargjalda fyrir Álaleiru 15. Á fundi bæjarráðs 9. apríl síðastliðinn tók bæjarráð ákvörðun sína frá 15. febrúar 2023 að hafna beiðni lóðarhafa að Álaleiru 15 á Höfn endurgreiðslu gatnagerðargjalda til endurskoðunar að beiðni lóðarhafa. Bæjarráð fór ítarlega yfir beiðni lóðarhafa og taldi að álagning gatnagerðargjalda væri í samræmi við þær reglur sem voru í gildi á þeim tíma sem á lóðinu var úthlutað til núverandi lóðarhafa þann 9. júní árið 2022 og var beiðninni hafnað á þeim grundvelli. Það sama á hér við og í málinu hér á undan að samkvæmt 33. grein samþykktar stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins Hornafjarðar skulu mál sem eru endur upptekin af bæjarráði lögð fyrir bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu. Það liggur hér fyrir og orðið laust ef einhver vil taka til máls. Svo ekki. Þá ber ég hér upp þá ákvörðun bæjarráðs frá 9. apríl síðastliðnum að hafna erindi lóðarhafa að Álaleiru 15 endurgreiðslu á gatnagerðargjaldum vegna lóðarinnar upp til atkvæðagreiðslu. Þau sem eru samþykkt ákvörðun bæjarráðs vinsamlegast gefa merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá höldum við áfram í skipulagsmálunum. Það liður númer 12. Það umsókn byggingarheimild fyrir viðborðssel Skemma. Bjarni Ingvar Bergsson sækir byggingarheimild fyrir 343,5 fermetra skemmu í landi viðborðssels. Ekki til gildandi deiliskipulag fyrir svæðið, en samkvæmt aðalskipulagi landbúnaðarland að ræða. Orðið laust, gjörið svo vel, þessa umsókn byggingarheimild. Það enginn sem kveður til hljóðs. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að víkja frá kröfu grenndarkynningu þar sem svo óveruleg frávik að ræða. Hagsmunir nágranna skerðast í engu. Hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn, samkvæmt 3. málsgrein 43. grein skipulagslaga og heimili útgáfu byggingarleyfis í samræmi við 44. grein skipulagslaga með fyrirvara umsókn Minjastofnunar. Þau sem þessu samþykkt, vinsamlegast gefa merki. Það samþykkt með 7. Þá það lið númer 13 og þá ætlar hún Hjördís að víkja, skottast hér út fyrir. Það umsókn lóð að Sæbraut 4, umsókn Gröfuþjónustu Olgeirs EHF lóð að Sæbraut 4 lögð hér fram. Bæjarráð jákvætt fyrir lóðarúthlutuninni og orðið laust, gjörið svo vel. Það enginn sem gefur svo hljóðs. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki lóðarúthlutunina, vinsamlegast gefa merki að þið samþykkið hana. Það samþykkt með 6 atkvæðum. Þá má Hjördís skottast tilbaka. Það þá liður 14 hér á dagskrá hjá okkur í dag. Það leiðarhöfði deiliskipulag. Tillaga að deiluskipulagi Leiðarhöfða var auglýst frá 24. janúar með athugasemdafresti til 7. mars 2024. Tilgangur deiluskipulagsins að móta heildstætt skipulag fyrir Leiðarhöfða og styrkja hann sem áfangastað á Höfn. Markmiðið að skipulagið aukið aðdráttarafl hafnar sem ferðamannastaðar og dragi til sín heimamenn auk þess að uppbygging falli vel að landi og nærliggjandi byggð. Mannvirki verði lágstemmt og rýri ekki gæði þess. Umsagnir bárust frá Umhverfisstofnun, Náttúrustofu Suðausturlands, Minjastofnun Íslands sem Náttúrufræðistofnun Íslands. Orðið laust hér þessa ágættu deiliskipulags.
gerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagstillöguna og vísi henni í formlegt ferli samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Og ég ætla að gefa merki ef þau eru samþykkt. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í liður 15, það er áfram deiluskipulag, það er nú Smyrlabjörg. Deiluskipulag Smyrlabjarga var auglýst með athugasemdafresti frá 22. janúar á þessu ári til 4. mars 2024. Skipulagsgögn hafa tekið breytingum eftir auglýsingu eftir að skýrsla minjaskráningu lá fyrir. Hér er gefið orðið laust þessa deiluskipulagsgerð. Það er enginn sem gefur sér hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagstillöguna og vísi henni í lögformlegt ferli samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Þess að skeiða merki ef því þessu samþykkt. Allir samþykki því. Þá förum við í lið nr. 16, það er Stígá, efnisvinnsla umsóknum framkvæmdaleyfi. Erindi dagsett 18. apríl 2024 þar sem Vegagerðin óskar eftir framkvæmdaleyfi í Stígá í Öræfum til að taka efni austan við Varnargarð í farvegi og lágum eyrum Stígár. Efnistakan er í námu E66 í aðalskipulagi. Jákvæð umsókn hefur borist frá Fiskistofu og orðið laust með þetta framkvæmdaleyfi. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að veita Vegagerðinni framkvæmdaleyfi í Stígá í Öræfum í samræmi við framlag að beiðni þeirra. Við skal gefa merki þess sem þetta samþykkir. Samþykkt með 7. Áfram erum við í Öræfunum. Það er Hvalvörðugilslækur í landi Hofs. Deiluskipulag. Lögðu fram tillaga að deiluskipulagi svæðis við Hvalvörðugilslæk í landi Hofs í Öræfum. Samhliða er lögð fram tillaga að breytingu aðalskipulags. Megin markmið skipulagsins er að bjóða ferðamönnum upp á stoppistöð þar sem safnast saman í sérferðir til dæmis inn á jökul eða aðrar áhugaverðar ferðir í fylgd með reyndum leiðsögumönnum. Boðið verður upp á veitingasölu og geta ferðamenn skilið bíla eða farangur eftir yfir daginn og gengið eða tekið aðra farmöguleika svo sem rútur að áhugaverðum viðkomu stöðum. Ferðamönnum gefst tækifæri til að njóta náttúru og þessum sem á svæðið þurfa að bjóða með ýmsum afþreyingamöguleikum og skapast tækifæri til að lengja viðkomu tíma ferðamanna í sveitarfélaginu. Orðið er laust, gjörðu svo vel þessa ágættu tillögu. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, það er allt og sjaldan sem við bæjarfulltrúar tjáum okkur skipulagsmál hérna á bæjarstjórnarfundi. Komum tími til þess. Mér langar að fá að tjá mig stuttlega vegna þessa máls. En mér er þetta mál svo sem ekkert óskilt, enda er ég uppalinn í næsta umhverfi við deiliskipulagssvæðið og verð því seint kannski hlutlaus hvað það varðar. En að því sögðu vona ég að sómi verði á uppbyggingunni sem verið er að heimila með samþykki á þessu deiliskipulagi og vona enn fremur að byggingarnar sem þarna muni rísa muni falla vel að svæðinu. Enda segir í greinargerð með deiliskipulaginu, með leyfi forseta, vanda skal til uppbyggingar og frágangslóðar. Mannvirki skulu falla vel að landi og taka mið af náttúrulegu yfirbragði svæðisins. Tilvitnun lýkur. Þetta er væntanlega nokkuð hefðbundinn texti sem settur í flestar greinargerðir með deiliskipulögum sem samþykkt er í sveitarfélaginu, en textin er kannski teygjanlegur og má túlka á ýmsa vegu. En það þarf samt sem áður að hafa innihald þessa texta til hliðsjónar þegar byggingarleyfi og byggingaráform eru afgreidd nú sem endra nær. Og á það auðvitað við öll deiliskipulög sem verið er að framkvæma eftir, í samræmi við. Og nú er ég alls ekki að segja að við höfum ekki verið að fylgja þessum kröfum eftir hingað til, en finnst samt sem áður kominn tími til að árétta það hér. Ef til vill hefði mátt gera ennþá ítarlegri kröfur í greinargerðinni, en aðalmálið er þó að fylgja eftir þeim kröfum sem þó eru gerðar, en svæðið við Hvalvörðugilslæk er í alfaraleið og stutt frá hringvegi. Að mínu mati þarf þetta síðan að hafa jafnvel
hafa jafnvel ennþá betur í huga þegar farið verið í framkvæmdir samkvæmt deiliskipulagi á svæðum eins og til dæmis Skaftafelli 3 og 4 sem í meðförum umhverfis- og skipulagsnefndar. En þar eru byggingar ef til vill á ennþá viðkvæmara svæði og á meiri berangri. Það nefnilega sérstaklega gaman að sjá vel heppnaðar framkvæmdir þar sem mikið hefur verið spáð í útliti og ásýnd bygginga. Og þá get ég tekið sem dæmi hótelið á Hnappavöllum og einnig nýtt hótel við Reynivelli. En þessar byggingar finnst mér falla einstaklega vel inn í umhverfið og landið í kring og ég veit að það eru fleiri sammála mér í því. Lítil og lágreistari hús eiga líka geta fallið vel á umhverfinu og jafnvel þótt að húsin séu fjöldaframleidd í verksmiðjum út í heimi. En nóg þetta í bili. Að lokum vil tekið það skýrt fram að ég samþykki umrætt skipulag við Hvalvörðustígslæk. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin. Fleiri sem vil taka þetta máls? Svo ekki. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa tillöguna samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Þeir sem er þessu samþykki við sérst geðmerki. Björgvin er búin að samþykja, hann gerði aftur. Flott, hún samþykkt með 7. Þá förum við í lið númer 18 á dagskrá fundarins í dag. Það er umsókn breytingu á aðalskipulagi landi Hofs í Öræfum og landskipti. Lögðu fram tillaga að breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar sem er frá 2012 til 2030 vegna nýs verslunar og þjónustusvæðis í landi Hofs í Öræfum ásamt ofanflóðamati. Samhliða er lögð fram tillaga að deiliskipulagi. Með aðalskipulagsbreytingunni er verið að auka uppbyggingu á ferðaþjónustunni í Öræfum, samhliða uppbyggingu styrkist tekjugrundvöllur íbúa og atvinnumöguleikar í Öræfum. Orðið er laust, gjörðu þessu vel þessa breytingu á aðalskipulagi í landi Hofs. Það er enginn sem hvað þessi ljóð sem var barni hérna úti sem grætur. Það er ekki gott. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa tillöguna í samræmi við 31. grein sömu laga. Því þeir sem er þessu samþykki vil sérst gefa merki. Ekki samþykkt. Þá er það mál nr. 19 sem ég er að óska eftir að bætum hér við á fundin. Það er að við fáum að leggja fram hér fundargerð bæjarstjórnar nr. 321 og verður lögð hér fram til kynningar. Þeir bæjarfulltrúar samþykkir því að leggja þetta hér fram með sérst gefa merki. Samþykkt 7. Þá legg ég hér fram fundargerð bæjarstjórnar nr. 321, legg hana fram til kynningar og orðið laust hana. Það er enginn sem hvað þessu ljós. Þannig að þá bara er hún var lögð fram til kynningar, þá er bara dagskráin lokið hér í dag og ég þakka kærlega fyrir góðan fund og slít hér þessum fína fundi og þá streymum við út í sumarið.